Hvers kyns brellur, bellibrögð og klækir hafa verið fylgifiskar kosninga frá upphafi. Mörgum enn í fersku minni þegar foringjar vinstriflokkana fundust við uppskipun úr farþegaskipinu Gullfossi. Þeir höfðu þá dúsað vikum saman í kössumertum þáverandi forsætisráðherra Bjarna Benediktssyni. Bjarni viðurkenndi að eiga umrædda kassa en kvaðst alsaklaus af því að hafa pakkað stjórnarandstöðinni inn, hvað þá sent hana klæða og matarlitla til Ástralíu. Uppi var fótur og fit þegar Gunnar Thoroddsen skipaði fyrsta kvenráðherrann. Hæstvirtur iðnaðarráðherra Lovísa frá Syðri Melum reyndist þegar að var gáð ekki vera undan verðlaunastóðhestinum Stakka frá Brjánslæk eins og Gunnar hafði staðhæft í kosningabaráttunni. Þrátt fyrir tilraunir Gunnars til að leggja inn gott orð fyrir meirina neyddist hún að lokum til að segja af sér embætti. Umfangsmesta kosningabragð, ef ekki svindl síðar í tíma, þó án vafa þegar tugþúsundir kjörseðla fundust við húsleit í kjallara Bessastaða. Öll atkvæðin sem þá fundust höfðu verið greidd Sigrúnu Þorsteinsdóttur höfuð andstæðingi sitjandi forseta og hefðu að líkindum ráðið úrslitum kosninganna. Vigdís hafði þó skýringar á reiðum hundum en hún hafði í hálfkerringi fyllt út seðlana sjálf í algeru flippi eins og hún orðaði það. Vitaskuld trúði þjóðin Vigdísi sinni og sat hún á friðarstóli næstu áratugina.